Ímyndaðu þér algenga sennu, þú ert með samstarfsmönnum og einhver nefnir liðsmann sem ekki viðstaddur. Samtalið færist lúmskt, lítill fjörleg kvörtun læðist inn, hljóðlág gagnrýni. Þú finnur fyrir pressu, taka þátt í neikvæðninni eða vera óþægilega hljóður. Auðveld leið að kinka kolli, en sönn-hollusta snýst meginreglur. Í stað beinnar varnar skaltu rifja upp eitthvað mikilvægt. Þú manst eftir verkefni þar sem Alex, fjarverandi samstarfsmaðurinn, hafði snilldar innsýn. Það bjargaði teyminu frá miklum mistökum. Þú ákveður að tala. Veistu, segirðu rólega, hugmynd Alex að endurskipuleggja gagnaflokkun á síðasta ársfjórðungi. Við hefðum ekki fengið þann viðskiptavin án hans. Þögn fylgir, gagnrýnu athugasemdirnar hljóma holt. Herbergið endurmetur. Þú deildir ekki, þú varpaðir einfaldlega ljósi á óneitanlegt verðmæti. Neikvæðnin hvarf. Það var ekki vörn, það var upphefð. Njalla snúningurinn, þú barðist ekki við neikvæðni. Þú fórst framhjá henni með því að sýna jákvæð áhrif. Þetta sýndi djúpa hollustu og karakter, ekki með átökum, heldur með staðfestingu. Að verja einhvern þýðir að draga fram hans sanna verðmæti þegar hann fjarverandi. Það breytir skynjun hópsins og eigin heilindum þínum. Þetta sýnir sanna forystu. Næst skaltu ekki ganga í kórinn. Liftaðu frekar þeim fjarverandi. Deildu raunverulegu framlagi. Fyrir frekari innsýn í að byggja upp karakter, gerðu áskrifandi að Ísilandi hef. Láttu karakter þinn tala sínu máli.